Herðu, þá ætlum við að halda áfram með kafla 4 í LSI og taka fyrir dæmi 4.6 til 4.8 og þessi hluti hann gengur mikið út á orku og varðveislu hennar og það er lögmál varðveislu orku sem segir þetta að orka sem er táknuð með E, orka er stórt E og það getur verið stöðuorka og hreyfiorka. Stöðuorka og hreyfiorka, það verður bara orka. Fyrir betur það er betur í síndæmi á eftir. Þannig að orka í einhverju lokuðu kerfi mun ekkert breytast. Það er orka verður ekki til né hverfur og það átt að skrifa þetta bara svona: orka kerfis í upphafi jafngildir orka kerfis í lokin, eða E0 er saman sem E1. Þessi jafna, þó hann sé frekar stutt og lítur fyrir að vera frekar auðveld og þá er hún gífurlega mikilvæg og því eftir að nota þessu svolítið mikið. Orka í upphafi er sama sem orka í lokin. Þannig að það er eitthvað, hlutur er eitthvað ákveðnu staði, ákveðnu hæð, ákveðnu hraða, það er í upphafi, síðan hægist á hlutnum eða hann hækkar eða lækkar og þá getum við skoða orkuna í lokin og þetta á að vera að sama. Það er ok. Þannig að það sem við getum núna gert er að skrifa nokkrar skemmtilega jöfnur. Þannig að við vitum að E0 sama sem E1. Ok? Og orka, það er bara hreyfiorka pluss stöðorka. Þetta er sama sem, þetta er í upphafi, K0 og U0, þetta er þá hreyfiorka og stöðorka upphafi. Þetta jafngildir hreyfiorku í lokin pluss stöðorku í lokin. Og munum það að jafna fyrir K var hálft mv í öðru, stórtu var mgh. Ok, þannig að við erum komið með þessar jöfnur. Við ætlum að kíkja núna á sýndæmið 3 sem segir að bolta er sleppt úr 3 metra hæð, boltinn vegur 2 kg, þannig að m er sama sem 2 kg, hæðin er sama sem 3 metrar. Og það er spurt hvað er U0 og hvað er K0. Þannig að U0 er bara mgh. Þetta er hæð boltans. Það er 2 sinnum 9,8 sinnum 3 og þetta jafngildir 58,8 júl. K0 er hálft mv í öðru og það er sama sem 0,5 sinnum 2 sinnum 0 í öðru veldi sem verður bara 0 júl. Ok, því að boltinn er bara kyrr. Allt í lagi. Síðan í B-lið. Í B-lið þá er bolta sleppt. Hvað er U1 og K1? Þegar hann boltinn, hann við að lenda á gólfinu. Ok, tökum þá fyrir U1. Það er mgh. Massin er 2 g 9,8 og hæðin er núna 0 af því að boltinn er alveg við að afsakið. Ok, misti gjörninu. Boltinn er sleppt. Hvað er stöðorkan og hreyfiorkan í lokin þegar hann er við að lenda á gólfinu? Reiknum stöðorkuna, það er mgh og hæðin og hún er 0 af því hann er við að lenda á gólfinu. Þannig að U1 er 0 júl.
En hvað er K1? Já, til þess að reikna það þá þarf maður hraðan. En ég er ekki með hraðan. Þannig að hvað á ég að gera? Það sem ég segi er að ég segi að orkan í upphafi, sem er þessi, er jafn mikil orkan í lokin. Þannig ég get sett inn hérna inni, hreyfiorkan í upphafi var 0, stöðuorkan í upphafi var 58,8, stöðuorkan í lokin var 0, síðan kemur hérna K1. Þannig ég sé hérna að K1 hlýtur að vera 58,8 júl. Þannig að það sem gerist í þessu dæmi er að boltinn hafiði bara stöðuorku, enga hreyfiorku. Síðan boltanum sleppt og það sem gerist, hann lækkar, hann dettur niður, þannig að hæðin minnkar, það er að segja stöðuorkan lækkar, en á móti vex hraðinn. Og hraðinn vex þannig að öll stöðuorkan, hún hverfur og breytist í hreyfiorku. Þannig að stöðuorkan minnkar, á móti hækkar hreyfiorkan. Það er eiginlega allt það sem gerist í öllu svona dæmi okkar. Hlutir eru að renna niður eitthvað ramp eða niður eitthvað brekku. Þá auka þær hraðan og stöðuorkan minnkar. Skoðum hérna verkefni 4.6. Þannig að fyrsta lagi, hérna eru tonn. Ég veit ekki hvað að gera þetta. Við getum ekki nota tonn í okkar jöfnum, við verðum að breyta því. Breyta því í kíló. Ok, hérna er reikna stöðu og hreyfiorkan í upphafi. Þá noti ég það að massin er 1200 kíló, hæðin er 20 metrar, hún er 20 metrar hæð og hraðinn, upphafshraðinn er 0. Þá bara setjið þið bara inn í þessu jöfnu og reikna út. Síðan reiknum stöðu og hreyfiorkan í lokin þegar bílinn lenda U1 og K1. Nú þá vitið þið að hæðin er núna orðin 0. Og við getum kallað þetta H0 og H1. Það er alveg best að gera það þannig. Þannig að maður viti hvað er í upphæfi og hvað er í lokin. Og þá er hérna að nota bara eiginlega sömu aðferð og áðan. Hérna er með bíl og það voru með bolta. En hérna er síðan spurt, hérna ekki verið aðtöksvægt, hver er hraði bílsins þegar lendir? Skoðum hérna séli betur. Þannig að úr bélið, þá fæ ég, þannig að þegar ég gerir bélið, að þá fæ ég að K1 er sama sem eitthvað, segjum 10.000 júl. Þetta er ekki rétt svar, ok? Þetta er ekki rétt svar, þetta er bara bull svar. En hvernig er núna að finna hraðan? Jú, ég veit að K er sama og hálft mvaff í öðru. Og núna veit ég þetta K hérna reiknaði í bílið og ég veit að það er 10.000, aftur ekki rétt svar, sem er sama sem hálfur sinnum massin sinnum vaff í öðru veldi. Hérna þurfa að einangra vaffið, þannig að við þurfum að losa okkur við þetta, deila hérna með þessu, fá það yfir, smá algebra og síðan taka ferningsrótina. Þetta er vaff í öðru veldi og við viljum ekki vita hvað vaff í öðru er, við viljum vita hvað vaff er, tökum við rótina. 4.7. Bíll er stopp í brekku. Ok, stopp í brekku og veit ég strax, upphafshraðinn er 0. Hæðin í upphafi er 100 metrar, þannig 100 metrar hæð. Bíllinn vegur 1200 kíló, þá veit ég massan og það er ekkert M0 eða M1 því að massin er alltaf svo sami, hann er sami í lokin og í byrju upphafi. Engin núlskraftur verkar á bílinn þegar hann á leiðinni niður brekkuna. Þannig að við erum með einhverja brekku, við erum með svona flottan bíl og þessi bíll er í 100 metra hæð. Ok, reikna út orkuna í byrjun, tákna sem E0. Ok, og veitir E0 er ekkert annað en U0 plus K0. Ok, U0 þá notið þið að massan á hæðina, í K0 þá notið þið massan á hraðan. Og hraðan hérna er 0, þannig að það fór bara 0 út af því.
Síðan er spurt hver er E1, U1 og K1. Ok, E1 er það sama og E0. Orkan í upphafi er sama orkan í lokin. Þannig að E1 er bara sama og svarið í aðlinum. Ok. U1 það er MgH1. Og H1 hérna er bara 0 metrar. Hann er búinn að renna niður brekkuna. Þá er hæðin 0 og þá er stöðuorkan horfin. Engin stöðuorka er lengur í miðspilinu. Og þá getið þið reiknað út hvað K1 er. Því að þið vitið að E1 er sama sem U1 plus K1. Þannig að þið vitið að þetta er 0. Þetta er 0. Þetta er einhver ákveðin tala og þá er K1 bara sama það. Reiknum hraða bílsins þegar bílinn er 0 metra hæð. Þetta er bara eins og dæmið í 4.6 nákvæmlega eins. En hérna síðan kynnið til sögunar núningskraftinn. Af því að þegar bíll rennur niður brekku að þá er núningur. Og það sem gerist þá er núningur og myndast varmi. Ok. Og orka getur ekki orðið til. Ok, orka getur ekki orðið til. Þannig að skoðum aftur þetta lögmál. Orka í upphafi er jafnt og orka í lokin. Eða E0 er sama sem og E1. Ok. E0 það er stöðuorka plus hreyfiorka. Ok. Þetta er upphafi. Síðan það sem gerist er að við ýtum á play-takkan og eitthvað fer að hreyfast. Bíll rennur niður brekku eða kassi rennur niður brekku eða eitthvað slíkt. Og það er núningur. Þá segjum við að þessi orka í upphafi, hún jafngildir orkun í lokin og það er stöðorkan plus það er hreyfiorkan og það er einhver varmorka eða aukning á varmorku. Þetta er aukning á að það náttúrulega í upphafinu að þá er náttúrulega einhver varmorka. Bíllinn er með eitthvað ákveðið hitastig og svo framvegis, það er einhver varmið þannig séð til staðar. En við erum ekkert að spá í því, við erum bara að spá í hver er aukning á varmorkun. Þess vegna kemur þetta delta hérna inn til sögunar. Munið þetta delta hérna, þessi þríhyrningur, þetta þýðir aukning eða breyting. Og Q er varmorka, hann er aukning á varmorku. Þannig að núna erum við komið á nýja jöfnu. Og þetta er það sem á við þegar er núningur. Það bætist við þessi hérna partur. Núningur, það er þá aukning á varmorku. Og þá komum við yfir í dæmið hérna með Johnny Knoxville. Þeir eru í innkaupakerru í 60 metrar hæð og þeir byrja í kyrrstöðu. Þannig að strax veit ég að hæðin í upphafi er 60 metrar, hraðin í upphafi er 0 metrar á sekúndu. Það rennur af stað niður brekku þar til þeir eru komin alveg neðst 0 metrar hæð og eru þá komin á hraðan 20 metrar á sekúndu. En ég veit að V1 er 20 metrar á sekúndu og massin er 100 kíló. Ok, og þá er spurt hver er orkan áður en leggur af stað E0. Þá veitum við E0 er bara sama sem U0 plus K0. Þá nýtið ykkur hæðina, hraðan og massan í upphafi. Hver er stöð og hreyfiorka neðst í brekkunni? Já, U1 er bara þá MgH1. Og hvað er það? Massin er 100, G er 9,8 og hæðin í lokin er 0. Þeir eru komin neðst niður, þá er hæðin 0, öll stöðuorkan er farin. En núna erum við með hraðan gefinn. Við erum með hraðan í lokin, þannig að við getum reiknað út hreyfiorkuna. Það er hálft mv í öðru. En því núna er núningur, þannig að
við getum þá ekki fundið út K1 án þess að vita út hraðan. Og þetta er hálfur, þetta er 100 og þetta er 20 í öðruveldi. Ok. Síðan kemur C-liðurinn. Hversu mikið jókst varmaorka kerfisins? Það er hvað er delta Q? Þá þarf ég að fara yfir í þessa hérna jöfnu. Orkan í upphafi. Þetta er orkan í upphafi. Jafngildir orkun í lokin. Og ég veit U1, ég veit K1 og þá get ég fundið út delta Q.